Eftirtaldir styrkja þennan þátt. Eða í 23 klukkustundir. Fyrst hlaut hann meðhöndlun af læknum og hjúkrunarliði í Súðavík en var svo fluttur til Ísafjarðar á sjúkrahúsi þar. Klukkan 3 í nótt fannst einn þeirra sem saknað var látinn í flóðinu. Þá fannst 14 ára gömul stúlka á lífi í gærkvöldi og var hún flutt á sjúkrahúsið á Ísafirði. 9 hafa því fundist látnir, 5 enn saknað. Hér í aðalstöðum Almannavarna ríkisins hefur Almannavarnaráð setið á fundi í morgun, en Jóhannes Reykdal, hvernig ástandið á snjóflóðasvæðinu í Súðavík núna? Eins og þá eru menn enn að leita á fullu. Varðskipi Týr komið til Ísafjarðar og það von til þess að sámannskapur gangi til liðs við þá sem fyrir voru, þannig við getum fara að skipta út því björgunarfólki sem hefur verið störf síðasta sólarhring á Súðavík. Hefur þessi leit skilað einhverju árangri síðustu klukkstundir? Ekki síðan klukkan 6 í morgun, þá fannst ungur drengur, en síðan hefur ekki skilað meira árangri að við bestu vitu núna. Hvernig ástandið á svæðinu, leitarskilyrði? Leitarskilyrðin hafa skánað vegna þess að veður hefur aðeins lagast á svæðinu og veðurhorfur í dag með þeim hætti að það virðist líta þokkalega út. En síðan veðurspáin mjög slæm fyrir kvöldið og nóttina. Það þá dagurinn í dag sem ræður úrslitum? Trúlega það rétt vegna þess hvað veðurspáin tvísýn en við varum að vona það besta. Hvernig með fjarskipti, útvarp, sjónvarp, síma, rafmagn? Það var rafmagnslaust á Arnarnesi þar sem við Ísafjarðardjúp, þar sem endurvarpsstöð fyrir Ísafjarðardjúp þar sem allt útvarp og sjónvarp fer fram, og menn komast þangað í morgun með snjóblásara, þannig að þá kom í ljós að það var brotinn rafall í vararafstöð og verið að fara með hann núna inn á Ísafjörð í viðgerð, þannig að von til þess að þessi rafstöð komist í gang og þar með komist útvarp og sjónvarp á aftur. Og þá farsími leið? Farsími leið, já. Ef við lítum aðeins á aðra staði þarna á Vestfjörðum, hvað víða hættu ástand? Það var lýst yfir hættu ástand í gær á ansi mörgum stöðum á Vestfjörðum og við gerðum smá yfirlit yfir það í morgun. Á Patreksfirði eru 300 manns að yfirgefa híbýli sín eða með þriðjungu bæjarbúa og fara á örugg svæði. Á Bíldudal voru 80-90 manns sem urðu líka að gera þetta. Á Flateyri var ennþá vitlaust veður í morgun og þar eru 30 manns sem urðu að flytja sig sett. Nú á Bolungarvík voru 29 hús rýmd alveg best vitum, jafnvel fleiri, en þar var veður að skána og menn ætluðu með ástandi núna undir hádegið. Á Suðureyri var slæmt veður, en þar hefur ekki þurft að rýma inn hús. En þessum stöðum sem þú hefur nefnt, þá snjóflóða hætta yfirvofandi ennþá? Að áliti heimamanna, já, þá vilja þeir fylgjast vel með og skoða ástandi núna í björtu áður þeir gefa upp meira ástandið. Anna Sigurðardóttir í Súðavík bjargaðist úr snjóflóðinu ásamt 2 börnum sínum og vini sonar hennar sem hafði gist hjá þeim nóttina vegna þess hve veðrið var slæmt í Súðavík í fyrrakvöld. Við náðum tala af Önnu á Ísafirði fyrir stundu og hún lýsir atburðunum í Súðavík þannig. Ég var eiginlega vakandi þegar þetta skeði. Og þetta það var eins og það hefði komið sprenging. Það var ægilega drunur og svo einhvern veginn svo skot og svo logn. Og kom strax snjórinn í húsið? Já, ég neðan til í húsinu, í svefnherberginu, og strákarnir voru sváðu saman í einu herbergi og dóttir mín sváðu í öðru herbergi. Þannig að ég hugsa náttúrulega fyrst hvort það alltaf í lagi með þau. Og hvað gerðir þú svo? Ég fór út rúminu og það var snjór alveg inn á rúminu hjá mér og hurðin og svona í gegnum hurðina, þannig að ég réðst á hurðina og reif hana frá. Og þá heyrði ég í börnunum. Og þau komu skríðandi eftir flóðinu inn í herbergið mín. Og ég þau rakaði allir upp í rúm og lítið hafa föt
Og hvernig komist þið svo út? Síðan skreið ég eftir fláinu og inn í húsið og fór að skoða hvað hefði skeð og náði kerti, við höfum náttúrulega sáum ekki neitt sko og ég fór svo aftur inn í á mig kveikjara þannig ég gat kveikt á kertinu. Svo komum hérna maður bankaði gluggan, það var 2 gluggar á herbygginu og þeir að vita hvort það verði alltaf lagi hjá okkur. Síðan var hægt að opna út glugga. Þeir komið þangað og þeir svo okkur að bíða aðeins. Síðan komið þeir aftur og við fórum út úr gluggan með þeim. Yfir næsta ás. Erfiðlega hefur gengið að koma meira af björgunarliði til Súðavíkur vegna illviðrisins fyrir vestan. Skip berjast enn í Haugasjó við að komast til Súðavíkur. Í Súðavík eru björgunarmenn orðnir örþreyttir og því afar brýnt að óþreyttir menn komist þangað sem allra fyrst. Varðskipið Týr kom til Ísafjarðar 11-leytið með stúlku sem sótt var á Patreksfjörð og þurfti að komast fljótt undir læknisendur. Og nú björgunarliðið á leið til Súðavíkur eftir því sem best vitað. 120 manna lið komið tí frá Reykjavík, björgunarsveitarmenn, læknar og hjúkrunarfræðingar og prestar auk blaðamanna. Engey er enn að berjast á móti illviðrinu á örfóra hnúta hraða út af Arnarfirði og segist skipstjórinn Magnús Arinbjarnarsson ekki reikna með að ná til Súðavíkur fyrir en 6-leytið í dag með 80 manna björgunarlið. Hann segir veðrið fara síversnandi og samkallað foráttuveður hafi skollið á eftir að komið var norður fyrir Látrabjarg. Múlafoss er á Húnaflóa í Vari, ef svo má orði komast í illviðrinu þar. Ágúst Ingi Sigursson stýrimaður segir að það sé Haugasjór og svo slæmt í sjóin að skipið komist alls ekki fyrir hornað svo stöttu, beðið sé eftir að veður lægi eitthvað. 32 björgunumenn að norðan eru í Múlafossi og 10 manna áhöfn. Múlafoss fór frá Skagaströnd í gær eftir að hafa beðið þess að komast þar út klukkustundum saman. Júlíus Geirmundsson IS kom inn til Ísafjarðar klukkan 10:30 í morgun með 30 björgunarmenn frá Flateyri, Tálknafirði og Bíldudal og fóru þeir strax áleiðis til Súðavíkur með Haffara IS og ættu að vera komnir þangað. Margrétin EA var á ferð með björgunarmenn út af Vestfjörðum í gær frá Þingeyri þegar hún fekk vont brot á sig út af barðanum. Allar rúður í brú brotnuðu og siglingatæki urðu óvirk og svo stýrið, en eftir skammastund tókst að tengja neyðarstýrið og Margrét EA komst til hafnar á Þingeyri undir leiðsogn annara togara í gærkvöldi. Ljóst er að sjómenn hafa unnið þrekvirki í hjálparstarfinu því óhætt er að fullyrða að sjógangur hafi verið slíkur fyrir vestan að menn hafi lagt sig í verulega hættu með því að fara yfirleitt á sjó. Og eins og framkom hjá Páli Benediktssyni þá kom varðskipið Týr til Ísafjarðar fyrir rúmri klukkustund með björgunarmenn og tæki eftir erfiða sjóferð frá Reykjavík. Nú miðjanótt þá var ákveðið að varðskipið færi inn á Patreksfjörð til að sækja þar bráðveika stúlku með sprungin botnlanga og lífhimnubólgu. Það tafði nú ferðina raunar nokkuð og svo náttúrulega veðrið sem er búið að vera afspyrnuslæmt núna síðustu klukkutímana í ferðinni. Við lögum að bryggju hér svona 11-leytið á Ísafirði og þá var stúlkan flutt upp á sjúkrahús beint í aðgerð og síðan þessa stundina þá er verið að taka snjóbílana af varðskipinu því að það er ekki til nógu öflugur krani á Súðavík til þess að losa þá af varðskipinu og svo eru menn svona ráða ráðum sínum en hérna eru svona að íhuga næstu skref. Veistu eitthvað hvað er meiningin að gera næst? Það er meiningin að eftir því sem ég kemst næst að skipta liðinu, það eru hérna tæplega 70 björgunarsveitamenn, þeir fara ekki allir til Súðavíkur, hluti að þeim verður eftir hér á Ísafirði. Sérþjálfaða slökkviliðsmannaliði fer þangað yfir og bætist í hóp leitarmanna á samt þessum björgunarsveitamönnum og síðan er svona nokk óráði, menn eru hér á fundi með formanni almannavarnanefndar Ólafi Helga Kjartansinni og það er bara ekki komið í ljós hvernig þessu verður háttað akkurat núna. Hvernig er veðrið hjá ykkur? Það er leiðinda norðan fræsingur hérna og það verður hérna sagt og skygnið er nánast ekki neitt. Við sjáum hér rétt upp á neðstu hús hér á hafnarsvæðinu en ekki meir. Hvenær búist þið við að verða komnir til Súðavíkur?
Það tekur svona hálfa til 1 klukkustund að sigla frá Ísafirði yfir til Súðavíkur svona að öllu eðlilegu en ég svona með að við veðrið eins og það núna þá gæti ég nú ímynda mér að það tæki töluvert lengri tíma. Þannig að þið haldið áfram með 10 þangað? Já, ég reikna með því og reynum að komast þarna inn á svæðið og reyna að ná einhverjum myndum til þess að koma til ykkar í bæinn. Og hingað var að berast tilkynning frá almannavarnanefnd Ísafjarðar en þar segir að snjóflóð féll utan við Steiniði á Ísafirði og stórskemmdi sumarbústaði stóð á lóð hennar. Flóðið er 150 metrar á breidd. Umferð bæinn hefur verið takmörkuð frá því í gær og verður svo áfram. Mikil snjóflóðahætta er á Skutulsfjarðarbraut frá Grænagarði inn að bænum Seljalandi og verið er að kanna ástandið á Hnífsdalsvegi. En það virðist heldur hafa dregið úr vindhraða á snjóflóðasvæðinu fyrir vestan en þar er þó enn norðaustan hvassviðri eða stormur með snjókomu. En hvernig er veður útlitið fyrir daginn? Ásdís Auðunsdóttir er á vaktinni á spádeild Veðurstofunnar. Ég hef nú ekki vonað að þetta gangi neitt niður veðurhæfin og síðan er vaxandi norðan og norðaustanátt aftur í nótt. Þannig að það heldur áfram að vera erfitt veður í dag og versna svo enn á morgun? Já, það verður mjög slæmt veður hérna seint í nótt og á morgun. Hvað er vindhraðinn mikill núna? Það er náttúrulega aðeins mismunandi svona eftir stöðum en þetta er alveg upp í 40 hnútar, það voru 40 hnútar í Bolungarvík sem er svona 8 til 9 vindstig. En sjáu þið eitthvað lengra fram í tíman, hvernig ástandið er þið eftir morgundag? Já, það er nú, gengur nú niður smá saman þessi norðaustanátt. En það verður svona austan og norðaustanátt alveg fram á laugardag. Færeyingar sendu íslensku þjóðinni samúðarskeyti vegna atburðanna í Súðavík. Það barst forsætisráðherra inn á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Annar ríkisstjórnarfundur er fyrirhugað á morgun. Ríkisstjórnin kom saman til reglulegs fundar en einungis eitt mál var á dagskrá, snjóflóðin í Súðavík. Inn á fundin barst svo skeyti frá lögmanni Færeyinga þar sem landsstjórnin og Færeyingar allir senda íslensku þjóðinni og þeim sem eiga sárt að binda sínar dýpstu samúðarkveðjur. Davíð, hefur ríkisstjórnin ákveðið eitthvað á fundi ykkar í dag? Ríkisstjórnin gerði þessa ályktun á fundi sínum í dag. Ríkisstjórn Íslands færir því björgunarfólki sem nú leggur svo hart að sér í Súðavík eða berst við að komast þangað þakkir þjóðarinnar. Vonir þjóðarinnar eru bundnar við þrekvirki þeirra og ótrúlegt úthald við erfiðustu aðstæður. Reynslan síðustu tímanna sýnir að enn lifir von og ekki verður gefist upp fyrir sérhver sá sem saknað hefur fundist. Ríkisvaldi mun gera sitt ítrasta til að bæta það tjón sem orðið er og í mannlegu valdi er að bæta. Íbúar í Súðavík bera nú þungar sorgarbyrðar og íslenska þjóðin deilir þeim sorgum með þeim. Hörmungar síðustu sólarhringa munu verða til þess að forvarnir vegna snjóflóðahættu verða teknar til endurmats í náinni samvinnu viðkomandi ráðuneyta og heimamanna á hverjum stað. Þetta var svo ályktun sem gerð var á fundi ríkisstjórnar og sem betur fer þá hefur það nú sýnt sig að eins og menn lögðu áherslu á í gær að menn megi ekki missa vonin að síðan þá hafa 2 ungmenni fundist á lífi og við trúum öll, eða mér skoðstu vonum öll að sá hópur sem nú er að nema landa í Súðavík og að óþreyttu fólki megni það að finna fleiri lifandi úr snjóflóðinu. En þeir munu bíða með alla ákvarðanatöku? Já, það er, ég held að nú sé eftir tími til þess að einbeita sér að björgunarstarfinu eins og þetta fólk er að gera sem er komið eftir mikla sjóhrækninga til staðarins. Nú landvegurinn hefur verið ruddur eða menni hafa verið að ryðja hann og þá ættum við að koma að öflugri vélakosti þannig að þetta góða fólk fyrir vestan er að vinna ótrúlegt þrekvirki við skelfilegustu aðstæður. Hvað með viðbrögð utan úr heimi? Já, við höfum fundið það að fjölmiðlar erlendis hafa sýnt þessu máli mikla athygli sem vonlegt er því ef við berum saman váa þessu tagi við það sem gerist annar staðar þá er þetta með því sem mesta sem að hendir þjóð. Nú vinur okkar í Færeyjum hafa þegar sendt okkur sínar
samúðarkveðjur og ég ávona því að aðrir munu gera það síðar. Og við látum hér með lokið í bili umfjöllunum hörmungarnar fyrir vestan, en bendum á að eftir 4 mínútur hefjast hádegisfréttir í útvarpinu, en þá snúum við okkur austur til Japans því meirinn 1100 manns létust þegar mikill jarðskjálfti réði yfir Japan í gærkvöldi. Skjálftinn mældist 7,2 á Richter og olli mestu manntjóni í borginni Kobe sem er á stærstu eyju Japans, Honshu. Einn Íslendingur býr í Kobe og er hann heill á húfi. Katrín Pálsdóttir, fréttamaður, ræddi fyrir stundu við Björn Ársæl Pétursson, verkfræðing sem er við nám í Tókíó. Skjálftinn var korter í 6, eða nákvæmlega 5:46 að japanskum tíma, sem ég held að sé 8:46 að kvöldi á Íslandi. Þá var skjálftinn. Hvar var hann sterkastur? Skjálftinn var sterkastur í Kobe sem er á vestanverðri Honshu-eyju sem er aðal eyja Japans, og hann var þar eiginlega hann átti sér stað við aðal þéttbýlissvæði. Þetta er eitt aðal þéttbýlissvæði Japans, þetta er reyndar næst þéttbýlasta svæði Japans og eftir Tókíó, og þeir segja að skjálftinn hafi haft áhrif á 1 milljón heimila. Og þetta er mesti skjálfti sem orðið hefur á þéttbýlissvæði í Japan í meir en 50 ár, og þeir segja í skemmdum sá stærsti síðan 1923 þegar stór skjálfti reið yfir Tókíó og lagði stóran hluta Tókíó í rúst. Þarna fórustu mörg þúsund manns, veistu einhverja tölu núna? Já, ég er að sjá tölurnar á sjónvarpskermi núna í beinni útsendingu, það er nú því miður alltaf að hækka. Þarna stendur 1130 manns látin og 822 saknað og tala slasara 4000. En eyðilegging önnur, mikil? Eyðileggingin hefur verið gífurleg. Þeir segja að nú hafi 3000 hús hrunið eða orðið eldi að bráð. Þar með taldir spítalar, lestarstöðvar, háhýsi, skrifstofubyggingar og stór íbúðahverfi. Heilu hverfin virðast standa í ljósum logum af myndum minnstúrsti og hafa mörg þeirra orðið eldinum að bráð, en það erfitt slökkvistarf. Það er vatnslaust í borginni og húsin mörg gömul í þessum hverfum og það er gaskynding og fólk notar gas til að elda, en það er ekki bara hús sem hafa hrunið og íbúðarhverfi, heldur hraðbrautir og brýr, og upphækkaðar hraðbrautir hrundu víða. Mannvirki sem að þeir segja japanskir vísindamenn að hafi verið sérstaklega hönnuð með tilliti til jarðskjálfta, en virtust ekki hafa þolað skjálftan, hann var svo sterkur. Þeir segja að á ákveðnum mjög staðbundið hafi skjálftin verið mun sterkari en þeir hafi nokkuð tímann átt von á og ekki gert ráð fyrir í sínum útreikningum greinilega. En nú var reið skjálftin yfir mjög snemma í morgun. Já. Er það ekki... Sko, það er í sjálfsög kannski mesta mildið, hann hafi riðið yfir klukkan 5:45 vegna þess að upp úr 6:30 ef ég þekki Kyoto rétt og Kobe eru lestarstöðvar, lestir og hraðbrautir orðnar yfir fullar af fólki á leið til vinnu, og þeir eru einmitt að sýna núna lestarstöð sem að hrundi og þar klukkan 8 á morgnana er maður við mann, og ég veit ekki hvernig hefði farið hefði jarðskjálftinn orðið 2 klukkstundum síðar. Þá hefði sjálfsagt tala látin að margfaldast. Hvað segirðu mér af Íslendingum í Japan? Já, það búa Íslendingar þarna á þessu svæði, ekki margir, það býr einar 2 íslenskar fjölskyldur í Kyoto, en þar reyndar var tala látina lítil, það er að segja fáir sem að létust í skjálftan þar, það var aðalega skemmtir á húsum. Í Kobe býr einn Íslendingur, Jón Þrándur Stefánsson, sem er þar við nám í viðskiptafræði
og ég hef nú reynt að ná í hann í allan dag en ekki hefur nást í hann, en mér skilst að hann hafi haft samband heim og sé heilla húi, þannig að Íslandingar virðast ekki verið mikið til hættu, en hins vegar tölvöru fjöldi Íslandingar sem býr í Tókjó, en skjálftans var ekki vart í Tókjó. Hvernig hefur verið lýst yfir neyðarástandi þarna náttúrulega og hvað segja ráðamenn í Japan? Jú, Murayama-san, eða forsætisráðherrann Murayama, hann hefur náttúrulega búin að koma fram í sjónvarpsloft í dag og byrjaði nú á því að lýsa yfir neyðarástandi og kalla út þjóðvaralið Japans. Þeir hafa komið upp verið í því að koma upp neyðaratburðum fyrir hrakta íbúa svæðisins og hafa verið að flytja vatn úr nærliggjandi ám til að slökkva elda. En jú, það búið að lýsa yfir neyðarástandi á Kansai svæðinu, en svo nefnist það svæði þar sem að Kobe, Osaka og Kyoto eru. Já, og við bendum á að nú eru hafnar hátíðisfréttir í útvarpinu fyrir þá sem að vilja fræðast nánar atburðina í Súðavík, en við höldum hér áfram að fjalla jarðskjálftana í Japan. Hingað komið Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur. Ragnar, jarðskjálftinn í Japan var eins og nærið má geta núna mjög harður 7,2, þó þekkja þeir meira yfir 8 1923 í Tókjó. Þessi skjálfti sá stóri sem þeir hafa verið að bíða eftir, eða geta þeir búist við ennþá harðari jarðskjálftum en þessum? Já, þeir geta búist við harðari jarðskjálftum og jarðskjálfti sem lagði Tókjó í eyði nánast 1923, hann var dálítið austar og norðar heldur þessi skjálfti og það maður búist við því að það er ennþá búist við hana þrátt fyrir þennan skjálfta og kannski frekar. Nú verður þessi skjálfti á svæði þar sem menn bjuggust ekki við svo stórum jarðskjálfta. Er einhver skýring á því hvers vegna þessi skjálfti verður í Kobe? Jú, ég held að mann hafi búist við því. Það var jarðskjálfti þarna bara 1946 sem var kannski ekki alveg nákvæmlega saman stað, en mjög svipum slóðum og allir þá nokkru tjóni, þó var ekki eins slæmur eins og þessi jarðskjálfti sem var í 23, en ég held að mann hafi almennt séð búist við jarðskjálfta þarna af nokkuð mikil stærð. Hvernig er hægt að sjá fyrir hvar og hvenær jarðskjálftar verða? Já, almennt séð þá hafa menn svona sæmilega mynd af því hvar miklir jarðskjálftar kunna að bresta á í framtíðinni. Það sem er verið að segja tíman hvenær það skeður og það er það sem að jarðskjálftafræðingar eru víða að berjast við að geta gefið út skammtíma viðvörun, kannski 1 til 2 daga viðvörun, eitthvað sem getur bjargað fólki. Þessi jarðskjálfti sem varð í Kobe í gærkvöldi, kom hann fram á mælum hér á Íslandi? Já, hann kom fram á mælum og jarðskjálftar sem eru þetta stórir, nástærðinu 7, jafnvel þótt sé aðeins minni, koma mjög vel fram á mælum hér. Ragnar Stefánsson, þakkaði fyrir komuna hingað í myndverðir til okkar og ein önnur frétt, því sættir hafa náðst í bæjarstjórnarflokki Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði og situr meirihluti Sjálfstæðismanna og Alþýðubandalagsmanna áfram við völd. Nú hafa tekið sættir með Sjálfstæðismannum í Hafnarfirði. Hvernig bar það að? Já, Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði hafa verið að ræða saman og góðir menn hafa komið að því máli og síðan hér í gær á fundi hér hjá mér þá tókust menn í hendur og innsigluðu sátt og þannig ég vona að þessi búið að tryggja farsælt samstarf núverandi meirihluta í Hafnarfirði. Það var mjög mikilvægt. Á hverju byggist það samkomulag? Já, samkomulagið byggist á því að menn í hópi Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði, röðum bæjarstjórnarmanna, vilja taka tillit hver til annars og Jóhann Bergþórsson, bæjarfulltrúi, hefur óskað eftir því að gera hlé á sínum störfum fyrir bæjarstjórnina meðan að kærumál vegna þess fyrirtæki sem hann veitti áður forstöðu eru til athugunar hjá viðkomandi ráðuneyti og hann vil ekki hafa neinn truflandi áhrif á þá athugun, þannig hann tekur sér hlé frá störfum, það er hans eigin ákvörðun og það skapast friður og forsendu til þess að undirbúa farsælt starf í bænum sem ekki veitir af út þetta kjörtímabil. Tekur hann eftir önnur störf svo sem bæjarverkfræðings? Nei, það er engin slíkir hlutir í málinu, hvorki undir borðinu eða ofan á borðinu. Þetta er eingöngu lítur að því að hann vil taka sér leyfi frá störfum en svo munum við leggjast á eitt það
að hafa störfin af bæjarmálum og í bæjarmálastofnunum Sjálfstæðisflokksins enn skarpar en áður og tryggja þar aukið og náið samstarf á milli manna. Var gerður eitthvað svona málefnasamningur? Nei, því að þetta er eingöngu sáttar hugurinn sem að tryggir þessa niðurstöðu, en síðan er málefnasamningur aftur á milli samstarfsflokkana sem að var gerður síðastliðið vor og er í gildi áfram. Vegna atburðanna í Súðavík hafa kennarafélögin ákveðið að aflýsa fyrirhuguðum baráttufundi sem átti að halda í Bíóborginni Reykjavík í dag og á Akureyri á morgun. Þetta er gert til þess að sýna samhug og hluttekningu þeim sem eigum sárt að binda. Bænastundir voru víða í kirkjum landsins í gærkvöldi vegna atburðanna í Súðavík og víða mátti sjá friðarljós tendruð. Þessum aukafréttatíma er lokið, næst verða fréttir hjá okkur í sjónvarpinu klukkan 5 í dag. Berist okkur myndir frá Súðavík eða Ísafirði fyrr, verða þær sendar út í aukafréttatímum og verða þá tilkynntum þá í útvarpinu og í textaverpinu. Og við bendum á það að fréttir eru hafnar í útvarpinu og viðtöl þaðan í gær áður en leit var hætt. Þessar myndir bárust okkur á ljósleiðara seint í gærkvöldi frá Ísafirði. Við heyrum frá almannavörnum snjóflóðahættu sem enn vofir yfir mörgum byggðarlögum fyrir vestan og af illviðri á Norðurlandi frá Gísla Sigurgeirssyni. Við heyrum nýjustu veðurhorfur en fyrst heyrum við í Þresti Emilssyni fréttamanni sem er á Ísafirði. Þröstur. Verið allan tíman og það hefði gert björgunarmönnum erfitt fyrir. Varðskipið Týr kom til Súðavíkur á þriðjudagsmorgun en þá voru þangað komnir björgunarsveitamenn víða af Vestfjörðum. Með tí voru meðal annars 10 leitarmenn frá neyðarsveit slökkviliðsins í Reykjavík. Getur lýst því hvernig aðkoman er þarna á flóðasvæðinu? Hún er hræðileg. Húsin eru mjög illa farin og þetta virðist hafa verið mjög kröftugt flóð. Þannig að aðkoman er sem vanlegt er ljót. Nú hefur þú lent í svipuðum aðstæðum. Er þetta, kannski með því versta? Það hefur segjað sér ábyggilega með því versta og það er náttúrulega líka allt svo slysið er mikið og þarna eiga í hlut börn og allt hjálpa sér að gera þetta mjög hörmulegu slysi. Þetta tekur á? Já, þetta gerir það, virkilega. Hvernig voru aðstæðurnar til leitarinnar þarna uppi? Já, það var eins og þið sagðu í dag þegar kom að sæði fljótlupu því þá skall á bara grenjandi snjókoma stormur og það var, menn sáu vart handaskil á tímabili og ég myndi segja að menn hefur lagt sér tölvöld mikla hættu þarna í þessum björgunarstarfi þarna núna í dag. Og nú höfum við komið á sambandi við Ísafjörð og við skiptum aftur til Þrastar Emilssonar fréttamanns sem er á Ísafjörði. Já, og þá reynum við á nýjan leik en eins og við vorum að koma að hér áðan þá hafa allir Vestfirðirnir nánast verið lýstir hættusvæði. Það hefur snjóað mikið hér fyrir vestan, veðrið verið með eindæmum slæmt og snjóflóðahætta mikil. Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður, hefur ástandi breyst eitthvað hvað snjóflóðahættuna varðar? Nei, það hættuástand sem hefur verið lýst yfir er viðvarandi og miðað við veðurspá að þá verður því ekki breytt fyrir en að þessu veðri að þessari lotu linnir. Við erum að tala nánast alla staði hér á Vestfjarða kjálkanum. Já, það sem við vitum auðvitað er fyrir utan Súðavík að þá er hættuástand á Flateyri og í Önundarfirði og það er hættuástand í Bolungarvík, Hnífsdalur, Skutulsfjarðarbraut, Seljaland. Þetta er allt hættusvæði eins og er. Það er verið að kanna það núna í Björtu hvort að hægt er að gera sig grein fyrir ástandinu eitthvað frekar og við munum vita það væntanlega fljótlega eftir hádegið. Nú er þetta búið að vera viðvarandi í nokkra daga, þetta vonsku veður og annað sem menn vita nú
Hvað með vistir og aðföng á þeim stöðum sem að kannski eru búin að vera innilokaðir? Það hafi ekki borist neina fregnir af því að það sé vandamál með vistir, en eins og landsmönnum er kunnugt að þá hefur ríkisstjórn boðið alla þá aðstoð sem til og við vitum að hún verður auðfengin. Við munum kanna þetta síðdegis. Ég hygg að það sé ekkert vandræðaástand hér á Ísafirði og væntanlega ekki á öðrum stöðum hér í umdæminu. Annað veit ég ekki. Almannavarnanefndin á Ísafirði var að funda í morgun. Liggur eitthvað fyrir eftir þennan fund? Hvað menn ætla að gera varðandi Súðavík? Nei, það allt of snemmt að segja nokkuð það. Það eina sem við vitum í raun og veru að þar eru björgunarsveitarmenn og aðstoðarmenn þeirra það bil 36. Þeir hafa haldið til á 2 stöðum, annars vegar í skólahúsinu og hins vegar í Frosta, og síðan fólk á bæjum, á Eyri í Seyðisfirði, Minni Hattartal, Svarthamrum og Langeyri, Eyrardal og í einu íbúðarhúsi Árnesi í Súðavík. Þetta símasambandslaust allt saman, en við teljum að það ami ekkert að fólki. Talandi símasamband, síminn hefur verið að stríða fleirum en súðvíkingum og rafmagn hefur verið að detta út á nokkrum stöðum hér. Já, það gerist nú alltaf. Verðstu alveg kjör, ekki reyða það? Bitu. Það kemur aftur sko. Þetta var með ólíkin. Nú og þarna hefur sambandið við Ísafjörð rofnað, þar sem að Þröstur Emilsson var að ræða í beinni útsendingu við Ólaf Helga Kjartansson, sýslumann á Ísafjörði. En við tökum þó aftur til við fréttalóga Bergmanns af leitinni í gær í Súðavík, en björgunarsveitarmenn og íbúar Súðavíkur bíða þess nú á Ísafjörði að veðrið gangi yfir. Vel á 300 björgunarsveitarmenn auk heimamanna og fjölda sjálfboðaliða tóku þátt í leitinni í Súðavík við slæmar aðstæður. Vonsku veður hefur verið allan tíman og það hefur gert björgunarmönnum erfitt fyrir. Varskipi Týr kom til Súðavíkur á þriðjudagsmorgun, en þá voru þangað komnir björgunarsveitarmenn víða af Vestfjörðum. Með tí voru meðal annars 10 leitarmenn frá neyðarsveit slökkviliðsins í Reykjavík. Getur lýst því hvernig aðkoman þarna á flóðasvæðinu? Hún hræðileg. Húsin mjög illa farin og þetta virðist hafa verið mjög kröftugt flóð. Þannig að aðkoman sem vanlegt ljót. Nú hefur þú lent í svipuðum aðstæðum. Þetta, kannski með því versta? Það hefur segið sér ábyggilega með því versta og það náttúrulega líka allt svo slysið mikið og þarna eiga í hlut börn og allt hjálpa sér að gera þetta mjög hörmulegu slysi. Þetta tekur á? Já, þetta gerir það, virkilega. Hvernig voru aðstæðurnar til leitarinnar þarna uppi? Já, það var eins og þið sáðu þetta þegar kom að sæði fljótlöku því þá skall á bara grenjandi snjókoma stormur og það var, menn sáu vart handaskil á tímabili og ég myndi segja að menn hefur lagt sér tölvöld mikla hættu þarna í þessum björgunarstarfi þarna núna í dag vegna möguleika á frekari flóðum. Leita var stanslaust frá mánudagsmorgni þar til allir voru fundnir í gærkvöld. Leita var í 4 til 5 manna hópum og voru venjulega 40 manns við leit hverju sinni með leitarhunda. Hvernig hefur gengið að nota mikka við leitinu og við þessar aðstæður sem eru upp á flóðasvæðinu? Það hefur gengið bara mjög vel og eins og með alla hundana þeir hafa sannað sig allir með þessar erfiðu aðstæður. Nú er þið búin að vera nokkuð lengi að þér, ekki? Síðan 10 í gærmorgun. Verður þið ekkert farnir eru þið ekki orðnir slæftir eftir þetta langan tíma? Jú, þeir eru orðnir mjög þreyttir og skornir mjög á löppunum, sko. Það er mikið af glerflutum og slíku. Hvað er hægt að bjóða svona vel þjálfuðum leitarhundum í sambandi við tíma? Ég veit það ekki, þetta er nú lengst það sem maður vil nota svona hund lengst í tími, sko. Íbúar í Súðavík voru fluttið til Ísafjarðar með Fagranesinu og Haffara sem þurfti einnig að draga 2 togara sem hefðu strandað á flot. Í fyrrakvöld kom annað flóð og þá fór rafmagnið af bænum. Björgunarsveitarmenn leituðu þá skjóls í Fagranesinu
sem breytt var í björgunarmiðstöð þar til allir voru fundnir. Íbúar Súðavíkur sem og fjölmargir björgunarsveitamenn eru nú á Ísafirði og bíða þess að veðrið gangi niður. Eyðingin var gífurleg en maður sá náttúrulega ekki mikið fyrst við komum þarna upp vegna hvernig veðrið og skaflingum var. Skyggni var nánast ekkert. Það var ekki fyrr en í morgun sem maður fór að sjá hvað eyðileggingin var hrikaleg. Nú hafa verið ýmsar tölur nefndar í sambandi við þau hús sem fóru undir flóðið. Geturðu gert þér í hugarlund hversu stór hluti af byggðinni hérna í Súðavík hefur farið? Nei, ég get það ekki. Það sem ég er raunverulega ekki kunnugur hérna í bænum sko. Að þetta er augljóst að mann sýnist að þessu þetta hafi farið í gegnum byggðina þar sem hún er þéttust. Hvað fer í gegnum hugan þegar menn er að fara hérna upp á leitarsvæðið? Það er alltaf rú og stúi, eyðileggingin blasir við eins og þú segir, hvað fer í gegnum hugan? Já, fyrst og fremst þá hugsa maður hvort að maður svo möguleiki að finna ykkur. Það fer náttúrulega með þeim tilgangi. En náttúrulega vonleysið er oft náttúrulega líka yfirbúðumann en svo koma góða fréttir inn á milli og það er eins og svona svo vítamínsbreyta. Það var sérstaklega þessar fréttir sem var í morgun og gærkvöldi. Það er engin beigur í þér að fara inn á svæðið eins og það er ástand. Ég gleymdi alveg að hugsa þá hlið málsins að það var von á öðru en það kom flóð þarna í gær 9-leytið og þá var fólk á vettvang og það reynilega var hvorki var við það eða heyrði í því eða neitt, það bara kom. Það vissi enginn að því fyrir eftir á. Þannig að það svona, fólk verður bara að hugsa það sem þeir að gera. Þeir björgunarsveitamenn og íbúar sem leituðu skjóls í frystihúsinu gátu ekki gert sér grein fyrir ástandinu og víst er að það kemur ekki ljós fyrir en eftir nokkra daga. Það er þó ljóst að kjarninn í bænum hefur nær allur farið undir flóðið. Sigurgeir, þú átt hús þarna rétt í jaðrinum, þitt hús sleppur? Já, sleppur og næstu 2 hús fyrir utan. Hvenær og hvernig verður þú var við þetta í gærmorgun? Ég verður var við það að 2 synir mínir koma seinni tímanum í 7 og skipa okkur út og það fljótt. Þá voru þeir búin að sjá hvers var og hringið þá. Það voru þeirra fyrstu viðbrögð, það var að hlaupa heim til pappa með mér sko, aðstoða þau. Þannig að þegar við komum hérna þá voru ekki komin eða bara hérna held ég í góður þá var manneskjur sem maður vissum sko. Þetta er á 7. tímanum, setni tímanum í 7. Já. Hvernig getur þú lýst því sem fyrir augun bar þegar þú kemur út eftir að synirnir hafa bankað upp á? Það var ekkert annað sem blasti við mann heldur en bara stór hríð og maður fór þetta bara meira á 4 fótum heldur en 2 hér niður eftir. Svo maður sökk það mikið í snjó að maður, eins og ég segi, það var bara fyrsta hugsun og það var bara að koma sér fljótast og að benta og koma bara hingað í frystihúsi. Sástu, nú ertu hérna nánast við jaðar flóðsins, sástu eitthvað til þarna morgun þegar þú varst að hlaupa burt? Nei, ekki neitt. Bara blind hríð. Ekki þetta að sjá neitt. Ertu væntanlega búinn að fara upp á svæðið síðan eða hvað? Ég hef ekkert farið á svæðið. Mitt verk var hér í gærmorgun að sitja hér við símann í nokkra klukkutíma. Og síðan hefur maður bara lítið gert, annað heldur en að æða hér um. Hvernig, ef hægt er að spyrja þig sem heimamann svoleiðis spurningu, hvernig er þér innanbrjóst? Þetta er hræðilegar hörmungar sem að hér inn í yfir. Það er ekki hægt að lýsa því. Þetta er svona að koma meira fram í manni núna seinna heldur en maður hugsaði ekki svona fyrst. Það var bara, hugsunum var allt önnur fyrst. Það var bara að hugsa það að það væri hægt að ná sér flestum en eins og ég segi þetta er að frá líður. Þá var maður orðið svona hansi slappur, ekkert sofinn, ekkert geta sofið.
Og skýringin á því að ljósleiðara sambandið Ísafjörð rofnaði hér áðan var sú að það var eins og við mannin mælta þegar þeir Þröstur Emilsson og Ólafur Helgi Kjartansson voru að ræða rafmagnstruflanir vestra, þá var rafmagnslaust í sömu sviðum á Ísafirði en rafmagninu verða komið á aftur þar núna. 1000 manns hafa nú yfirgefið heimili sín á Vestfjörðum vegna snjóflóða og snjóflóðahættu og aðeins í Vestmannaeyjagosinu hafa fleiri rýmt heimili sín hér á Íslandi vegna náttúruhamfara. Stjórn Almannavarna ríkisins hefur setið á löngum fundi í morgun til þess að meta stöðuna eins og hún nú fyrir vestan. Staðan svo að öllu þeim viðbúnaði á Vestfjörðum sem hefur verið í gildi síðustu 2 sólarhringar haldið áfram. Veðurspáin með þeim hætti að það ekki stætt annað en að halda því áfram. Við höfum kannað veðurhorfur og veður ástand í þessum byggðarlögum núna í morgun. Það kemur í ljós að það mjög vont veður alveg frá Hólmavík og vesturum suður á miðja Vestfirði. Það heldur skaplegra veður suður á Patreksfirði. Allstaðar hefur bætt í snjó og svo breyting sem getur orðið á vindátt núna kannski í kjölfar veðursins í dag gæti skapað aftur aðra snjóflóðahættu. Það hafa allt í allt sennilega á þessu svæði 1000 manns þurft að yfirgefa heimili sín og sumstaðar eins og til dæmis voru á Patreksfirði hafa heldur jafnvel fleiri flutt sett heldur en almannavarnir ráðlögðu og það yfirleitt af því góða. Allt þetta fólk hefur komist fyrir hjá vinum og ættingjum þannig að það á að fara nokkuð vel allt þetta fólk. Þú segir 1000 manns hafa jafn margir þurft að flýja heimili sín í Vestmannaeyjagosi? Nei, þetta vegna náttúruhamfara þetta umfangsmestu, getur sagt, fólksflutningar á landinu vegna svona hamfara og þetta eins og ég sagði tæplega 1000 manns ef við tökum íbúana sem lentu í snjóflóðinu með inn í töluna. Hvað verður gert með björgunarsveitamenn og aðra þá sem hafa verið í Súðavík undanfarna daga? Þeir eru núna á Ísafirði og veður með þeim hætti að það hreinlega komast ekki neitt. Að sjálfsögðu hafa menn áhugaði að koma björgunarsveitamönnum til dæmis að nágranna byggðarlögunum heim til sín aftur en það verður hreinlega að bíða betra veðurs. En liggur ekkert fyrir það hve eignatjón í Súðavík mikið enda hafa menn til þess að einbeitt sér að því að bjarga mannslífum en ekki eignum. Í dag barst ályktun frá fundi bæjarstjórnar Akraness þar sem íbúum Súðavíkur eru sendar samúðarkveðjur og bæjarstjórn Akraness býður hreppsnefnd Súðavíkurhrepps aðstoð ef hún geti með einhverjum hætti liðsinnt íbúum í Súðavík. Það hafi verið ákveðið efna til söfnunar allt land vegna þess gífurlega eignatjóns sem var fyrir vestan. Landssöfnunin samhugur í verki hefst á morgun með ávarpi forseta Íslands í fjölmiðlum. Þetta símasöfnun, þannig að það verður tekið á móti framlögum í síma, það verður nánar útskýrt á morgun. Við gerum ráð fyrir því að það sé tekið á móti framlögum hjá sparisjóðum all land. Það allir fjölmiðlar sem standa þessu í landinu, ásamt Rauða kross Íslands og Hjálparstofnun kirkjunnar og Rauða krossin og Hjálparstofnun munu sjálfsögðu leggja fram alla aðstoð og fyrirgreiðslu í sambandi við söfnunina. Hve hátt setjið þið markið? Það ekki búið að setja neina upphæð í því sambandi en söfnunum ber yfirskriftina samhugur í verki og við vonumst til þess að allur almenningur í landinu skilji það og að marsmátt gerir eitt stórt í þessu. Því eins og við þetta að bæta að símanúmer söfnunarinnar 800 50 50 en það grænt númer. Bankareikningur söfnunarinnar hins vegar 11 17 26 800 hjá Sparisjóðnum í Súðavík. Almannavarnanefnd Patreksfjarðar kom saman í morgun og kemur aftur saman nú í hádeginu. Á fundinum verður meðal annars rætt hvort ástæða til að aflýsa hættuástandi að hluta til. Þokkalegt veður hefur verið á Patreksfirði í morgun en gengið á með éljum. Engin snjóflóð hafa fallið svo vita sé. Það svona verður kanna núna í birtinguna og þegar birtir hvernig aðstæður eru. Veðurspá hefur nú ekki gengið eftir ennþá. Hér á Patreksfirði það hefur verið svona, ekkert illveri hérna, svona sæmilegt veður að gengja á með éljum en enn sem komið að þá hefur veðrið ekkert verið ekki neitt sérlega vont og vonandi verður það ekki. Við munum skoða það hvort að hugsanlega verði aflétt hættuástandi einhverjum hluta til.
114 íbúðir voru rýmdar í bænum á mánudag. Flestir sem yfirgefa hafa þurft heimili sín dvelja hjá ættingjum og vinum í gistihúsi á Patreksfirði og einnig í nokkrum íbúðum í eigu bæjarins. Ég vil nú bara byrja á því að votta öllum súðvíkingum og þá sérstaklega þeim sem eigum sárt að binda, mína samúð og okkar allra Patreksfirðinga. Við höfum sjálf lent í áfalli hér á Patreksfirði 1983 í snjóflóði og þekkjum auðvitað hver þessi tilfinning sem að fylgir slíku stór áfalli þó að þetta séu mun stærra og alvarlegra á Súðavík heldur en var hér hjá okkur. Þó að óhugslá auðvitað í fólk við slíka fréttir eins og bárust frá Súðavík að þá búum við Íslendingar við erfiðar aðstæður sem eru á eldvirkni svæðum, aðrir á jarðskjálftasvæðum og við hér á Vestfjörðunum búum við þessar aðstæður að vera í hættu vegna snjóflóða. Nú það er hægt að bregðast við slíkum aðstæðum með forvörnum og með aukinni þekkingu að þá á að vera hægt að skapa meira öryggi gagnvart slíkum vágesti og ég gerir ráð fyrir því að það verði gert meira í þeim málum í framtíðinni heldur en hefur verið gert hingað til. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, veðrið núna og spáin næsta sólarhringinn? Já, ég vil nú segja svo að horfurnar eru all ískyggilegar, einhver fyrir landi norðan og vestanvert. Það er enn að hvessa frá nýri lægð og núna klukkan 12 voru 12 vindstig og rúmlega það í Æði, 11 vindstig á Hrauni á Skaga og 10 vindstig á Sauðanesviti á Siglufjörð, svo að einhverju staðir séu við nefndir en við sjáum nú reyndar á korti frá því klukkan 9 í morgun þessa lægð sem var þá við Færeyjar 940 millibara djúp og á enn talsvert eftir. Hún er nú að nálgast landið suðaustanvert en síðan á móti þá heldur 1030 millibara hæð sem er yfir Grænlandi þannig að vindstrengurinn yfir landinu hann er að aukast og veðrið verður verst þarna vestan þessara skila sem við sjáum þarna yfir austanverðu landinu sem eru á vesturleið en það lagast fljótlega austanlands. Nú það er heitara loft í þessari lægð verið hefur þannig að það hefur verið slitta austan til á Norðurlandi og svo verður áfram en ég reikna með að snjókoman ágerist núna á Vestfjörðunum sérstaklega norðan til og það er rétt að ítreka það að spáin að hún hljóðar upp á fyrir Breiðafjörð, Vestfjörði og Norðurland vestur að hún hljóðar upp á 10 til 12 vindstig allt upp í fárviðri og er þetta með ljótustu spán sem við höfum gefið út lengi og það er rétt að fólk verði viðbúið hinnu vestan. Og við höfum heyrt líka að það sé ekki gert ráð fyrir því að það sé ekki fyrirsjáanlegt að veðrið skáni, hugsanlega ekki fyrir eftir helgi. Nei, þetta nær sennilega hámarki síðdegis eða í kvöld frá þessu skoti og fer síðan að lægja norðvestan til á landinu sennilega ekki fyrir seint í nótt eða í fyrramálið og það er nú ekki útséð með næstu lægð en við sýnist nú á öllu að hún munu nú ekki feta í fótspor hinna tveggja. Einar, þakka þér kærlega fyrir. Davíð Oddsson, forsætisráðherra, segir að það verði ekki eingöngu að skoða snjóflóðavarnir, heldur einnig hvort rétt sé að bæta fólki tjón þannig að það geti byggt upp á öðrum og öruggari stöðum. Í þessu þurfi ekki að felast nein uppgjöf. Forsætisráðherra ákvað í dag að flaggað skyldi í hálfarstöng á öllum opinberum byggingum í virðingarskyni við þá sem létust í snjóflóðunni í Súðavík. Ríkisstjórnin kom síðan saman til að auka fundar í morgun, þriðja morguninn í röð. Í dag var ákveðið að óska eftir því að nefnd allra ráðuneytisstjóra færi nú yfir stöðu mála eftir að atburðirnir eru komin á það stig sem nú er. Nú þarf að meta framhaldið með hvaða hætti uppbygging verður, með hvaða hætti verður tekið á snjóflóðavörnum á landinu öllu þar sem að svona aðstæður geta komið upp. Viðhorfin hafa algjörlega breyst. Þetta var ákveðið í dag þannig að menn getur tekið þessi mál mjög föstum tökum og mjög fljótt. Mér langar að bæta því við að við sem almennir borgari í þessu landi sem sáum þessar myndir og erum að sjá þessar myndir sem eru að sýna núna frá störfum björgunarmanna við fyllumst lotningu
þeirri þrautseigju sem þetta fólk sýndi við þessar gríðarlegu erfiðu aðstæður og við hljótum að fyllast þakklæti í garð þessa fólks og bara fyrir okkur sem er lítið land og herlaust að vita þessu vaska fólki sem er tilbúið til þess að leggja slíkt á sig, fara í hauga sjó, stórhættulega siglingar eða standi í rokinu, við hljótum að fyllast miklu þakklæti í garð þessa fólks. Verður skoðað hvort ekki snjóflóðavarnir og einnig byggð í landinu, hvort að menni að byggja upp eins og staða á Súðavík aftur? Já, ég held að það sé ekki uppgjöf í huga nokkurs manns þó að þetta komi fyrir með þessum hætti, en enga síðu þá hljótum við ekki bara að skoða snjóflóðavarnir sem eru dýrar, kosta mikla peninga, heldur jafnframt hvort að þau ekki þá beita fjármagnum til þess að aðstoða fólk við að byggja hús sín á öruggari svæðum, því að ef að hús eru úrskurðuð nú í byggðarlögum á hættusvæðum þá er ljóst að verð þeirra húsa hrynur til grunna, þannig að við þurfum að hafa allar þessa mynd fyrir framan okkur og skoða það fullkomnu raunsæi. Þessir atburðir sem nú hafa orðið heimta mikið raunsæi. Það fór fram mikil umræða hvernig við ættum að bregðast við þessum hörmungum á Súðavík. Ég kynnti jafnframt það að ég hef falið Veðurstofustjóra að leggja fram áætlun uppstokkun og endurbætur á eftirliti með snjóflóðum og snjóflóðavörnum og jafnframt fór í þessu leit að ríkisstjórnin sæði til þess að ný reglugerð hættumat sem að átti að fara að gefa út, hún verði stöðvuð þangað til að við erum búin að meta þessa hluti upp á nýtt. Og við erum enn eftir að heyra versnandi veðri á Norðurlandi, en fyrst áður við heyrum að því að þá ætlum við að greina frá jarðskjálftanum í Japan. En það er nú ljóst að 2400 að minnstakosti hafa farist, menn óttast að margir þeirra 1000 sem menn er leitað finnist ekki á lífi. 13.000 manns slösuðust í skjálftanum og meir en 150.000 hafa mist heimili sín eða þurft að yfirgefa þau. Nú er ljóst að skjálftinn olli miklum skemmdum í Osaka, næst stærstu borg Japans. Þar eru margar stórar byggingar rústir einar og vegakerfið allt úr skorðum og þar loga einnig eldar. Skjálftinn átti upptök sín 20 km úti fyrir ströndum borgarinnar Kobe. Þar lagði hann 10.000 byggingar í rúst. Vega- og járnbrautakerfi borgarinnar er stór skemmt. 150